Heilsa ykkur öllum í Jesú nafni og verið velkomin til þessar kveðjustundar hér í kirkju Óháðsafmælis í dag. Þar sem þetta kristin athöfn skulum byrja fyrir fela Drottni stundin og signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum byrja saman. Drottni Guð og Faðir allra huggunar, veit okkur þeirra orð þitt og heilagan anda stöðuga trú, sem við getum segrað með raunir allra og skilið. Það samt sem þinn elskaði sonur Jesús Kristus segir, verið hughreysti, ég sigra heiminn, við byrjum í nafni hans. Amen. Amen. Sólarhringnum við, ég kúpla út í reit að frið. Ég fer af stað, nema hvað, að finna logning fyrir þig. Rútínan tæmdi mig, öll ábyrgðin og flækjustig. Nú það frá, fúsa liggur á, og loksins siglt á mig. Já, sólin komin, og hún hleður mig. Vindurinn blæs andlitið. Sveiflast fram og aftur, í takt við útvarpið. Stundum bara gott að vera til. Ég endurræsi þessa vél, ég bóna vængi, gogg og stél. Ég slappa af og nema hvað, finn í mér ást og líður vel. Já, sólin komin, og hún hleður mig. Vindurinn blæs andlitið. Sveiflast fram og aftur, í takt við útvarpið. Stundum bara gott að vera til. Og ég vil gefa ykkur styttingarorð frá postulunum þar sem hann segir, ekki vilja fríverðið eins og þeir sem ekki trúa, og ókunnugt það sem að sofnaðir eru. Ég vil trúa því að Jesús sé upprisinn og frá dauðum, þá mun hann framreiða þá sem að trúa á efsta degi. Þannig hljóðar orðið. Amen.
dimman dag sem aðrir gangum svartari sal. Ég geng ekki ein, veit hver einn og einasti einstaklingur fæðist hér sem ljósvíkingur. Ég geng ekki ein. Hörmungar og vantrú, Drottinn, hvar ert þú? Geng ekki ein. Vildi samt óska ég væri meira vakandi, viðurkenni vel stundum ég sofandi. Ég geng stundum alein. Ég trúi því að allir hafi kraft og geti áhrif haft. Ég geng ekki ein. Ég bið náungan að vaka yfir mér. Allir eru ljósvíkingar í hjarta sér. Ég geng ekki ein. Ef á einhvern óskiljanlegan hátt hefur ekki getað mætt í messu, að þá ætla ég að lesa guðspjall sunnudagsins sem kemur, 7. sunnudagur eftir fermingarháttinn. Þannig fá eiginlega 2 fyrir þau að mæta hér í dag með því að hlusta á guðspjallið. Næstan þá þurfum við ekki að mæta í messu þá. En rísið á fætur og við skulum líta á guðspjallið. Það tekið Matthúsi guðspjallið, hjaldræðinni, og segir: Þið eru salt jarðar, með hverju á að salta jarðið ef að það dofnar. Þannig hljóðar guðspjallsins heilu orð, en sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Sumir hverfa fljótt úr heimi, skrítið stundum hvernig lífið eftir sitja margar minningar, þakklæti og trú. Þegar eitthvað virðist þjaka mig, þarf ég bara að sitja og hugsa þig. Þá eins og losn úr læðingi, lausnir öllu við. Fái ekki að snerta þig,
sér hér hjá mér og leiðir mig veg. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig, geyma mig, gæta hjá þér. Þegar tími minn á jörð hér liðinn þá ég burtu fer. Þá ég veit að þú munt vísa þér og taka á móti mér. Já, náðu sem með okkur friður og Guði og föður okkur og drottni Jesú Kristi. Ef ykkur finnst vera heitt í jökkunum, þá farið bara úr þeim, höfum þetta heimilislegt hjá okkur hér í dag í kirkjunni, ef ykkur heitt í hamsi í hitanum. En ef með salti dofnar með, hverju á þá að selta það? Því að saltið komið undir þér og mér, hvernig við vinnum í því í daglega lífinu, þar sem við leggjum allt í hendur drottins. Og þessi tvö litlu börn hér, sem eru börn Ívars, ef að þeim ekki kenda bænir, traustið á Guð og allt það sem það fylgir, að þá höfum við brugðist. Og það aðeins undir þér og mér komið hvort að lærisveinar hinna komandi kynslóða tilheyri Jesú, séu með á honum hver hann og getið trúað og treyst honum undir þeim aðstæðum eins og eru hér í dag. Þá erum við vel borgið, þá erum við réttri grunn ef að við erum þannig lærisveinar hans, þú og ég. En Ívar og sonur Kristín Emilí Benediktsdóttur og Jens Andréssonar sem lést árið 2021. Hann var kvæntur Kristínu Þorsteinsdóttur og ólst Ívar upp hjá þeim. Systkini hans eru Óskar, Ágúst, Ellen Margrét og Anna Kristín og stjúpu uppeldisbróðir hans Jón Þorsteinn. Ívar átti ekki alveg venjulega byrjun á lífinu. Hann ólst fyrstu árin upp á Sauðárkróki en fór síðan ungur með föður sínum alla leið til Grænhöfðaeyja. Þar sem Jens starfaði á rannsóknarskipinu Feng. Það stór heimur fyrir lítinn dreng, síðan kom hann heim til Íslands og nám í Austurbæjarskóla og síðar í Eimsskólanum í Reykjavík þar sem hann lagði stund á málmsmíði. Og það passaði honum. Ívar var maður sem kunni að vinna, hann vann með höndunum, að járni, stáli, vélum og krönum. Hann vann við Sultartangavirkjun á Höfn í Hornafirði til sjós og lands á íslenskum aðalverktökum, stór mannverk í Reykjavík, meðal annars Hörpunni og Læknahúsi í Glæsibæ og síðar í Galdrastáli. Hann kom að því að reisa hluti sem standa en stærstu sporin hans ekki í steypu eða stáli, þau eru í fólki. Árið 2013 kynntust þau Hafdís á Laufskálaréttarballi í Skagafirði, þar sem þau byrjuðu að stíga lífsdansi saman. Bjuggu fyrst í Breiðholtinu en árið 2020 flyttu þau Ívar og Hafdís Elva í Hveragerði og þar fæddust börnin þeirra, Kristín Júlía og Sævar Jökull. Síðustu ári starfaði Ívar hjá Kjörís í Hveragerði. Það leið honum vel, það var eitthvað fallegt við það að maður sem hafði unnið við járn og krana og stórhýsi skyldi enda í starfi þar sem hann seldi ís. Hitti fólk, spjallaði, reddaði málum og átti gott samfélag við vinnufélaga sína. Þar fékk hann eins að vera og eins og hann var, hlýr, duglegur, mannlegur og með brosið ekki langt undan. Og fjölskyldi Ívars þakka innilega allan hlýju og samúð hér í dag. Minningar okkar Ívar Jensson margvíslegar. Verður minning gefur okkur þakklæti huga til Burkhallas bróður okkar sem horfinn heim til drottins. Megi frelsarinn og endurlausnarinn Jesús Kristur gefa okkur þá trúarfullvissu að við munum hitta alla þá sem undan okkar gengnir þegar Jesú kemur aftur til að dæma lifendur og dauða. Megi svo verða. Ívar, ég hlakka til að hitta þig. Amen. Og það fleiri sem talaði hér í dag og nú var Ellen systir
að heiðra okkur með smá sem hún talar til bróður síns. Elsku Ívar, elsku Bósi minn. Litli stóri bróðir minn, hann fæddist 3 árum á undan mér, en það var ég sem var forystukindin og hann var sáttur með það. Við eittum fyrstu æviárin okkar saman, fyrst á Sauðárkróki, svo í Laugarnesinu, þar sem við deildum koju. Og á kvöldin, þegar mamma lokaði hurðinu og bauð góða nótt, þá kom ég upp til því, eða þú niður til mín, allt eftir því sem hver var með pleimokallana undir sæng. Og við héldum áfram í leik. Við vorum saman á Stakkaborg leikskóla á meðan mamma var í kennaraháskólanum og pabbi í Afríku. Hljómar eins og Astrid Lindgren saga, enda var þetta skemmtilegt ævintýri í mínum huga. En ég veit að ekki allir upplifðu okkur tvö sem ævintýri þegar við vorum saman með uppátækjunum okkar. Og þó að við Andrés sló sig alltaf máttlausan þegar hann minntist þess, þegar Ívar dró mig eftir hárinu undir öll borðin á kaffistofunni í Norræna húsinu. Amma Ellen bara ránkvöldi augunum. Leiðir okkar skildu þegar ég var að verða 5 ára og fer ég með mömmu til Noregs og Ívar 7 ára til pappa á Grænhöfðaeyjum. Sambandið, þótt slitrótt, hélst. Ég man mamma lét mig tala inn á spólu sem hún sendi og þegar þessi spóla kom til leitirnar spilaði Ívar hana óspart í minni viðurvist til þess að gera mig vandræðalega og hann flissaði og hló. Við hittumst oftast árlega, annarkvort kom Ívar til Noregs og við fórum í hjólaferðalagi fræga til Danmerkur eða í tjaldferðalög til Svíþjóðar með Toyota Starletin hennar mömmu. Til þess að spara pening þá keypti mamma bara dagspassa fyrir okkur í Tívolíið eða Liseberg eða Hunnefossen skemmtigarða og mælti með okkur móta ákveðinn tíma á ákveðnum stað. Okkur var treystandi til þess því Ívar kunni á klukku og ég kunni tungumálið. Eða ég kom til Íslands á Kárastíginn og við príluðum í gegnum alla bakgarða eins og algjörar miðbæjar rottur og við vorum á endalausum hafnarúndum með afa Andresi og ömmu Ellen eftir að hún var búin að servera falskan héra í brúnni sósu og kartöflum í Hvassavitinu. Það virtist merkilegt að vita hvaða skip voru í landi eða ekki. Við enduðum oft rúndunum upp í Vélaskóla Íslands, þar sem afi Andrés var skólastjóri, á meðan amma Ellen hringdi gratis til fjölskyldunar okkar í Danmörku og bladraði í símann og fjónsku. Hlupum við gangana undir vökulum augum gamalla karla, fyrrverandi skólastjóra, sem störðu stranglega niður á okkur af myndunum sem héngu á veggjunum. Afi Benni dró okkur líka með út allan Hafnarfjörðinn að heimsækja fjölskyldu. Eða við spiluðum manna með ömmu Önnu út á Nesi, þar sem margar minningar og sögur urðu til. Ég er viss að mörg ykkar hafi heyrt söguna þegar Ívar spyr ömmu Önnu hvað er í sósunni og þá hafði hún, heyrnarskerta stjúpamma okkar, svarað systur hennar Pöllu. Og svo flissaði hann og hló. Þegar við mæðgur fluttum tilbaka heim eftir 10 ára veru úti, þá héldum við Ívar áfram rúndunum, hvort það var miðbærinn helgar eða sunnudagsheimsóknir til vini og vandamenn. Ívar var bílstjóri, enda á leiðin að verða atvinnubílstjóri og ég sá að tala.
Það er létt að minnast á þessi sögur, því Ívar var alltaf að rifja upp. Ég fer aftur út í heim og þegar mamma heldur afmælisveislu í sveitinni í Frakklandi er Ívar með og verður svo lengur hjá mér í París, sem ég þótti rosalega vænt um. Þegar Ívar lappar inn í pínulitlu íbúðina mína, þá segir hann að nú skilji hann af hverju franskar konur fitna ekki. Og svo flissaði hann og rosaði ánægður með brandarann. Ívar var alltaf duglegur að hringja og ég heyrði hamingjuna í röddinni hans. Þegar hann sagði mér frá stúlku sem hafði blikkað sér á balli eftir launskálarétt. Hafdís var svo konan hans, Ívars, og þegar börnin fæðast, styrktist sambandið okkar aftur. Þakk sé Ívari og hans símtölum. Litla fjölskyldan frá Hveragerði kom nokkrum sinnum til okkar í Noregi og við til Íslands. Seinasta samtal okkar sem ég þykir líka svo vænt um var vikudvöl í bústað í Ölfusborgum sem Hafdís og hennar fólk útvegaði okkur. Við áttum yndistíma saman, keyrandi með börnin í allar laugarnar á Suðurlandinu, eitthvað sem dóttir mín Maja Linnea mun aldrei gleyma. Og við fórum strax að skipuleggja næstu ferð í haust, þar sem við ætlum að endurtaka leikinn. Við vorum sammála að við vildum bara vera saman. Kannski vorum við að reyna að bæta fyrir alla þessa fjarveru í æskokkan. Við Ívar elskaði allt fólkið sitt, hvort það voru vinir eða vandamenn, hvort það kom frá föður eða móðurætt, og fólkið elskaði hann. Þessa síðastliðnu viku er ég að heyra frá fólki hvað var mikið í sambandi við þau. Hvort það var að senda myndir af krökkunum sínum, gátu vikunar og við þekkjum öll verkfæri dagsins. Verkfæri dagsins serinn hans sem var nú svolítið ávanabindandi og hann var rukkaður verkfæri dagsins ef hann lagði ekki út mynd reglulega. Ferðalög var stór hluti af okkar samveru og nú færði ég þína hinstu ferð. Og þótt þú nú sjálfur þarft að ferðast einn, eitthvað sem þér fannst ekkert sérlega gaman, að þá bíður fólkið spennt eftir að fá að heyra nýju sögurnar þínar og einhverja orðheppna brandara. Og þessi sinni ferð þú undan mér. En við sjáumst í Nangijala, elsku bróður minn, góðu hjarta. Við þökkum Ellen systur fyrir og þá mun móður systir segja nokkur orð hér, þetta svo vel. Jeg er Elisabeth, Ivars og Ellens tante i Norge. Datter av Jenny og Benedikt Sigurdsson, søster til Kristin Benediktsdottir. Ivar var 1 år og 8 måneder den sommeren 1979, da hans foreldre Kristin og Jens tok ham med seg til Norge for å besøke oss. Det var Ivars bestemor Jenny, hans oldemor Martha og oldefar Julius, onkel Stein Harald og meg. Ivar ble senter for all vår oppmerksomhet den sommeren. Han var Jennys første barnebarn, det første oldebarn til Martha og Julius, og vi gledet oss stort over at han var en del av vår familie. Stein Harald hadde en motorbåt, og Ivar elsket å være ombord, og vi måtte stadig løfte ham opp, slik at han nådde roret og kunne styre båten. Det ble mange somre med Ivar. Bestemor Jenny tok ham med seg på bytur, på kafé og på store opplevelser for en liten gutt. En gang da Ivar var 9 år,
kom de hjem med et skateboard Jenny hadde kjøpt til ham, og Ivar suste av gårde på dette, ut og inne, mens bestemor Jenny friret seg. Man kunne se at de to hadde funnet hverandre. Da Jenny fylte 90 år og skulle feire dagen, kom Ivar til Norge. Denne gang ikke alene. Han hadde vakre havdis med seg, og Jenny gledet seg sånn over det at Ivar hadde funnet sin livsledsager. 2 år senere kom de atter til Norge, denne gang for å ta farvel med Jenny i hennes begravelse. Nå er jeg her på Island for å ta farvel med Ivar. Jeg vet at Sten Harald ville ha ønsket å være her, om helsen hans hadde tillatt det. Det var sommeren i 79 vi første gang møtte Ivar, og den står som i et gledens lys da han kom til oss og ble en del av vår familie. Mange år senere kommer Ivar som voksen med sin familie til Norge, med hustru Havdis og barna Kristin Julia og Seivar Jøkul. Vi knyttet bånd og laget nye minner. Nå står vi i sorgen og savnet. Jeg tar frem alle gode minner fra tiden vi fikk ha sammen. Vi skal snakke om ham. Vi skal se på bildene vi har samlet gjennom mange år, og tenke på Ivar med stor glede og takknemlighet, fordi han var en del av våre liv. Og slik er han med oss videre. Tusind tak. 10.000 tak for det inflasjonen som er her i Island, og det er meget vigtigt. Og lokum en Jón Þorsteinn, bróðir, flytja nokkur orð hér til okkar. Kæra fjölskylda, vinir og allir hinir, út með gæruna. Út með gæruna. Þetta voru orð sem Ívar notaði oftar en eitt. Það voru mörg fleiri. Setningar, frasar, brandarar, orðatiltæki sem urðu einhvern veginn hluti af okkar tungumáli. Hluti af bræðralagi, hluti af því að vera við. Ívar var bróðirinn sem ég hafði aldrei átt. Hann var besti vinur minn, stuðningsmaður og samferðamaður í lífinu. Þegar maður er 8 ára og hittir strák sem er svona hipp og cool af því að hann á leikjatölvu með Super Mario Bros. 1, þá var það toppurinn. Það þurfti ekki meira til. Þar byrjaði eitthvað sem var miklu stærri en leikjatölva. Þar byrjaði vinátta sem var það bræðralagið. Við áttum heilu mótin á KST 9A. Við áttum 101 svæðið, þök verslana, leynistaði, hús í byggingu, blokkir sem voru eins og völundarhús barnæskunnar, staði sem fullorðnir myndu í dag líklegast kalla stórhættulega. Við köllum það leiksvæði. Þarna byggðum við upp okkar barnæsku í frjálsræði, í ævintýrum, í smá kæruleysi og mikilli gleði. Og þess á milli horfðum við á íslenska bíómyndir og lærðum frasana sem urðu hornsteinn okkar eigin kvikmyndagerð. Boðið búið, bára komin í bleyti og majónesan orðin gul. Ég og Ívar fylgdumst að. Jens og mamma voru okkar helstu stuðningsmenn og þegar Ívar fekk bílprófið stækkaði heimurinn. Opel Kadett með bjöllu
var skyndilega farartæki okkar út í lífið. Við skipulegum heimsráð, fórum í bústaðaferðir, grilluðum, djömmuðum og lifðum heilu helgarnar í gleði, kókopöffi og sannfæringu að við varum ósigrandi. Ívar nefndi það ofta að mamma vildi aldrei að hallað ákotn okkar, annarkotn okkar. Það voru alltaf 2 kassar, 2 kókopöfspakkar, 2 af öllu, sem skýrir kannski hvernig ég fór úr því að vera fyrirburi 8 merkur 460 grömm þegar ég var léttastur yfir því að vera 1/10 tonni. Desitonn. Desitonn í eins og Ívar hefði orðað það. En eftirminnilegsta ferðin okkar var til Neskaupstaðar árið 96. Ópenin var okkar helsta farartæki, kjöt var gjaldmiðillinn í ferðasjóð, ótrúleg ferð. Ferð sem gleymist aldrei. Hver á þennan bústað? Já eða nei? Svo fluttum við saman, seinna flutti ég norður og Sauðárkrók og bjó þar næstu 10 ár, en það breytti engu. Við vorum áfram sem eitt, hittust reglulega, áttum endanum flutti hann tímabundið til mín á Krókinn og fór að vinna það. Það tók við nýr tími, nýtt upphaf. Við vorum alltaf með eitthvað á prjónunum, fjallaferðir, með fullar rútu hjá Stein og Salmínu, menningarferðir til Reykjavíkur með vinum okkar á Króknum, skot í Þórsmörk, Vestfjarðarferð, þar sem hjólastólar og tröppur inn á bar voru ekkert vandamál. Við hóðum bara í keppendur af Háalandaleikunum saman og málið var leyst. Allir komist inn á Langamanga til að djamma með frægum. Svo var það Spánaferðin til Alicante. 14 daga menningarferð með þjónustuþjóð og félagsþjónustu Skagafjarðar, ferð sem var ótrúleg og gleymist seint. Það sem einkenndi Ívar af öllu þessu var að hann kunni að vinna, sama hvaða verkefni koma á honum. Þá féll honum aldrei verk úr hendi. Ef ekkert lá fyrir, bjó hann bara sér til verkefni. Gerði það vel og skilaði alltaf af sér, eins og Ívar gerði það sjálf. Elskar mig. Heldur ég búi með þér til að fá frítt inn á myndlistarsýningar. Svo kom lausgálagerð. Við ákváðum í hádegi á föstudegi að keyra norður, bara svona. Og sú ferð var lífsbreytandi fyrir Ívar. Þar fann hann Hafdísi sína. Og maður minn, hvað hann var heppinn að finna sér svona góða konu. Hafdís var eiginlega komin inn í fjölskylduna strax sama kvöld. Salmína keyrði þau heim eftir ballið og bauð svo í lambahrygg og læri með öllu daginn eftir. Það var líka besta date ever. Að koma í alvöru sveitamat með konu upp á arminn. Gerist ekki betur. Ég var þetta líka, ég sá þetta. Sást hennar litla? Litla? Nú litla lögreglumannin. Hann leit út eins og kvenmaður og ekkert ósnotur kvenmaður svo sem. Það er ekki nóg með hann hafi litið út eins og kvenmaður. Þetta var kvenmaður. Nei, nú lýgur. Allan andskotan eru þið fættir að draga í lögregluna. Lífið er skrítið. Eftir að við mistum Jens fór Ívar að tala enn meira saman, stundum úr góðu hófi, jafnvel svo að það tók hann frá skyldustörfum heimilisins þegar við glemdum okkur í símann. Fyrst kom Kristín Júlía, svo Sævar Jökull og Ívar var 100% pabbi. Pabbi sem hann er að horfa til. Hann elskaði þau, hann naut tímans með þeim, hann fann verkefni með þessum litlu ljósum sínum, þau voru hans allt. Hann kom líka reglulega til ömmu í gulahúsinu. Þær stundir eru gimsteinar í lífi hennar. Í símtölum okkar sem voru oftar en ekki að frumkvæði Ívars ræddu við gildin. Hvað skipti máli að eyða tíma saman að vera með fólkinu sínu, passa upp á sitt fólk, tengja það saman. Þarna var kjarninn, þarna var Ívar. Ég verði endilega að drífa mig í lax. Hann elskaði nýju vinnuna sína hjá Kjöris. Þetta var hann, að hitta fólk, vera á ferðinni, ræða málin, redda hlutum, vera að hluta samfélaginu í Hveragerði svo nákvæmlega. Hann elskaði fjölskyldu sína, hann elskaði að búa í Hveragerði og hann elskaði Hafdísi sín út af lífinu og börnin sín mest.
Ívar hringdi mig fyrir síðasta þjóðhátíðardag og stakk upp á því að við keyptum veiðileyfi og færum að veiða í Þingvallavatni, kvöldið fyrir 17. júní. Það var æðislegt ferð. Æðislegt kvöld og öll fjölskyldan grillaði hamborgara, tími eintónni dási. Svona voru bestu stundirnar með Ívari. Ekki endilega stórar á blaði en stórar í hjartanum. Ég átti að flytja hérna smá kveðju frá Gulla og Laufeyju, Jóni Þór og Ásu og fleirum sem hafa hringt. Það hafa sendt kveðju. Því þeir þóttu vænt Ívar. Georg, hentur útigrillinu. Viltu gjöra svo vel að ná í það? Því gæti verið stólið. Ívar, þú varst ekki komin á tíma í gróðursetningu. En hér ertu samt. Ég hélt þú ættir að minnstakosti 2 aukakall eftir þegar ég fekk þetta símtal. Ég vonaðist eftir mörgum fleiri ára með þér, meina þú veist það sjálfur, maður kaupir sér ekki miði í leikhús og klárar ekki sýninguna. Ég mun sakna ekki aðeins þeirra stundar sem voru, heldur líka alls þess sem hefði átt að vera. Ferðana, símtalana, hlátursins sem biðu okkar handa næstu degi. Takk fyrir allt, kæri bróðir. Þú varst bróðurinn sem ég fekk að gjöf, vinnurinn sem ég gat alltaf leita til. Þú og Hafdís og krakkarnir voru með fyrirmyndir hvernig hægt að lifa lífinu án þess að láta það flækjast of mikið fyrir sig. Takk fyrir það og takk fyrir allt og allt. Og nú langar mig að færa ykkur skilaboð. Skilaboð sem ég og Ívar ræddum nokkrum sinnum að við myndum koma á framfæri fyrir hvort annan ef annar okkar færi á undan. Við töluðum oft það, hvað það væri eiginlega skrítið og svolítið sorglegt, hvað við hittumst oft ekki fyrir einhver liggur í kistu. Þá fyrst kemur fólk saman, þá fyrst eru sögurnar sagðar, þá fyrst gefum við okkur tíma. En kannski getum við breytt. Það því einans ósk okkar Ívars að þið sem hér eruð inni og þið sem fylgist með í streyminu, farið nú inn í sumarið með þessi skilaboð í hjartanum. Hittist meira. Ekki bara í jarðarförum, ekki bara ef einhverju farin, ekki bara þegar það orðið seint að segja manstu þegar. Komið saman, hringið, bjóðið fólki kaffi, farið í mat, segið sögur, hlægið saman, verið með fólkinu eitthvað meðan þið hafið það hjá okkur. Minnust fólki lifanda lífi, ekki bara þegar það farið frá okkur. Og ef þið þurfið endilega að hafa kistu til að hittast, þá veit ég mann sem gæti leitt ykkur heim. Ef það það sem þarf til að fólk komið saman annars staðar en í jarðarförum, þá reddum við því líka. En við skulum reyna að sleppa kistunni. Ein samverustund verður einmitt í kvöld, án kistu. Stund þar sem við ætlum ekki bara að syrgja Ívar, heldur líka til að fagna líf hans, segja sögur af honum, hlæja, vera saman og muna hvað hann gaf okkur. Sú stund verður í friðarhúsinu við Snorrabraut, húsi sem Ívar átti hlutabréf í, klukkan 6 og fram eftir kvöldi. Byrjum þar og höldum svo áfram inn í sumarum með þessi skilaboð frá Ívari. Hittumst meira, segjum sögurnar, hlæjum saman, segjum frasa úr íslenskum bíómyndum, verum með fólkinu okkar meðan við getum. Takk fyrir. Amen. Svo bara, sem, ekki velkomin.
eftir sá og trega fullt á. Hugun hafa átt með þér nokkur ár. Já, nokkur ár. Að hugsa til þín, það gerir mér gott. Ég finn styrk í því, þó þú sért farin á brott. Að hugsa til þín, það gerir mér gott. Ég finn styrk í því, þó þú sért farin á brott. Og við skulum biðja saman. Við þökkum þér himneski Faðir að við koma fram til þér og stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Ívar Jensinni, bróður okkar, sem er fer hér í dag. Við trú á þig þá hefur stigið yfir frá dauðanum til lífsins, styrktu þá sem þér kveðja og veit þeim lausum á komandi tíma eins og söfnust öll frammi fyrir þér. Og alla bænir síðan þegar við fyrir bæn sem drottinn kennt okkur og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðum sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldir. Heileyðu oss fyrsti, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, máttur og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá skulum við rísa á fætur og syngja fyrra erindið á vatni eins og góð streyga, taka öll saman undir. Sem kynnust frelsar okkar Jesú Kristi, þess vegna fer vel á því að sé moldað á höfðagaflinn til að tengja saman hinni fyrstu kveðju og hinstu. En lofaði sig Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli viskusemi vill endurfæða okkur fyrir lifandi vonar upprisi Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig og lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, af jörðu skaltu aftur verða, og það sem best af þessu öllu saman, af jörðu myndu aftur upprísa. Drottinn gefur dauðum ró en lík sem lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín auglít yfir þig og gefur þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Guð gefur okkur sigurinn fyrir sigur Jesú Krists. Amen.
Og þá seinna erindið. Seinna erindið er allt eins og blómstrið. Kistan verður borin út á búka hér upp við bílinn. Þið gangið út og getið sett beggja vegna við kistuna, hægri og vinstri, þannig að þeir sem eru örvhentir, þeir þá rétthendir þessu tilviki, beggja vegna við kistuna og síðan gangið inn að austanverðin inn í kirkjuna og njótið veitinga þar í safnarheimilinu. En Drottinn blessi ykkur og gefi ykkur góða stundir í Jesú nafni. Amen.
sýnum skelja fjallagrös, látum pappa blósum við grjótarhól, feluleik á hleðslu, lambasteik. Grjótarhól í feluleik á hleðslu, lambasteik. Stingum